Þrýstingur, efni og hamur. Við vorum í gær að ræða pixla og vektora eða vigra og ein spurning sem kom upp og ég greip á lofti var svo hvort að heimurinn væri pixlaður. Og ég sagði já, það er það sem við höldum að atóm séu. Og við höldum reyndar að atóm séu búið til úr minni einingum og það eru þá pixlarnir í heiminum. En það er ekki til neitt minna en það. Hvað er efni? Efni er búið til úr sameindum sem er þá mörg atóm sem búið að klessa saman í sameindir. En núna skulum við aðeins fyrst ræða hvað þrýstingur er. Við skulum skilgreina þrýsting. Þrýstingur. Einhver sem hefur hugmynd það hvað þrýstingur er. Eitthvað sem ýtir á eitthvað. Það er kraftur. Það er bara ein tegund af krafti. Í hvað mælingu er kraftur mældur? Newtonum. Þannig að þrýstingur, hann er mældur í mælingu sem er mjög skyld Newtonum. Þrýstingur er táknaður svona. Það er bara kraftur, sem er þá force eða F, eins og í formúlu Newtons, F saman sem ma. Kraftur deilt með flatarmál. Sem skapa fyrir okkur svona starffræðilega vanda vegna þess að bæði kraftur og flatarmál tákna með stóru F-i. Þannig að þrýstingur getur verið F deilt með F, en þá er allt komið í rugl hjá okkur. Þrýstingur er kraftur deilt með flatarmál. Kraftur deilt með flatarmál. Og tökum nú bara dæmi, ég er að pumpa lofti í herbergi. Hér er herbergi, inn í því er sjúklingur sem hefur ekkert ónæmiskerfi. Það er að segja hann hefur enga varnir gegn sjúkdómum. Ef hann fær kvef, þá er það lífshættulegu sjúkdómur fyrir hann. Eyðni, AIDS, eyðilegur ónæmiskerfi og gerir mann að svona mannesku. Þú deyrð ekki úr AIDS, þú deyrð úr lungnabólgu eða einhverju öðru, vegna þess að líkaminn getur ekki lengur barist við það. Þessi sjúkdómur hefur þennan sjúkdóm, hvort sem það er eyðni eða hvað, og hér fyrir utan herbergi er allt fullt af bakteríum. Og bakteríurnar hegða sér samkvæmt gömlu náttúrulögmáli sem við þekkjum, sem er það að hlutir fara frá þeim stað sem er mikið af því þangað sem er lítið. Þannig að ef þið hafið fullt glas af bakteríum og hellið úr því, þá dreifast þær bara jafnt og þétt allt plássið sem þær hafa. Þannig að þessar bakteríur mynda á endanum leita inn í þetta herbergi. Sérstaklega ef þetta herbergi er ekki innsiglað. En það er náttúrulega ekki hægt að halda manni á lífi inn í innsigluðu herbergi mjög lengi. Þannig að við verðum að hafa eitthvað dyr eða allavega leiðir til að flytja loftinn út úr þessu herbergi, glugga eða eitthvað. Og þá er komin hætta fyrir bakteríurnar að koma inn. Ein af ástofunum fyrir þessu er, eitt sem fylgir þessu segi ég, er það að sjúkrahús eru flest búin að byggja upp sérstakt herbergi fyrir svona sjúklinga sem mega ekki verða fyrir neinni bakteríumengun eða fá vírusa. Og þá er bara búið að útbúa herbergi einfallega þannig að menn dæla lofti inn í herbergið, þannig að loftið inn í herberginu verði mjög þykkt. Bara alveg eins og þið hnúaðið rosalega mikið af degi saman og bætið alltaf í degið og bætið, þá endið mjög þykkt deg. Og ef við setjum fullt af lofti inn í herbergi sem er fullt af lofti, þá verður bara þykkra loft þar inni. Afleiðing af þessu er náttúrulega svo að loft fyrir að streyma út úr herberginu með ákveðnum krafti og bakteríurnar geta ekki sinnt á móti þessum straum. Þannig að þetta er ein leið til að koma í veg fyrir að bakteríur berist inn í herbergi, það er að bæta lofti í og gera loftið þykkra. Steini. Það var bara allt gett sóttreist, eða þú veist bara svona sóttreist út á loftinu eða eitthvað. Það er töluvert flóknari leið heldur en þetta, því það er erfitt að drepa bakteríur og það er ennþá erfitt að drepa veirur. Árún. En þú sjúklingar sem verður veikir, en þú veist, þetta er einhvers tímann, þú veist, á endanum. Þú vilja frekar vera, þú veist, ekki vilja virkilega vera fyrir herbergjum alveg hvítt og alveg og það. Jú, ég held að flest okkar sem allavega verið komið svona eitthvað á aldur við það mikilvægast í okkar lífi er ekki það að geta farið á skíði eða í sund heldur ættingar eða fjölskylda eða börnin okkar eða eitthvað En þú veist, ef þau komið í herbergi, þau eru þykar sem er batterið. Já, það er kannski að umgangast þau með einhverju sérstökum varnaðarleiðum en
flest myndum við geta fundið eitthvað til að lifa fyrir þó að við okkur vantaði næstum í allt. Þó við erum blind, þá myndum við finna eitthvað annað til að lifa fyrir. Þó við mistum heyrnina og værum blind, þá myndum við finna eitthvað annað. Ég vona það allavega að flest ykkar séu þannig, ég vona að ég sé þannig, vegna þess að lífið er tækifæri. Líkurnar á því að þið urðu til eru stjarnfræðilegar. Það er 1 á móti mörgum milljörðum að þið urðu til, þið urðu samt til. Þið eru búin með núna svona 1/6 af ævinni, 1/7 af ævinni. Eftir það er þetta bara búið fyrir ykkur og það er spurning hvort ég noti þennan tíma vel. Og það er þetta að nota tíma vel þó að maður sé lamaður eða fatlaður eða gamall eða hvað. Ég meina maður finnur bara eitthvað til að njóta lífsins út af. Já. Heyrðu, þú sagðir áður eitthvað hlutir fara á staði að sem er lítið eða eitthvað Já, hlutir fara af stað sem mikið er af þeim þangað sem lítið er af þeim. Það er bara almenn tilhneiging í náttúrunni. Sérstaklega orka. Hún hegðar sér svona. Jæja. Ok, þið að glósa með... Já, hvað segirðu? En eins og þeir sem eru með svona AIDS eða væri ekki nóg fyrir að lifa svo nóg? Það fyrir bara eftir hvað þeir eru orðnir veikir. Þeir verða líka mjög veikburða þannig að þeir lifa ekkert mjög virku lífi ef þeir fá sjúkdóminn. Heyrið þið? Nú skulum við halda áfram. Þetta þýðir að mælingin Newton er fyrir kraft, þannig að þetta er Newton deilt með fercentimetrum, sem er mælingin fyrir flatarmál, og það er svona sem þið finnið þrýsting. Þið fá að vita hvað þrýstingurinn er mörg Newton og hvað hann virkar á marga fercentimetra til að breyta því í mæleininguna fyrir þrýsting. Veit einhver hver mælingin fyrir þrýsting er? Já. Það eru Pascal. Hektopascal í veðurfréttum rétt. Og mælingi Pascal er náttúrulega skýrð eftir Pascal. Vegna þess að það er hann sem gerði mikla rannsóknir á þrýstingi. Og nú ætlum ég aðeins að skoða hvað Pascal uppgötvaði og hvers vegna hann var að rífast við Descartes. Pascal er semst mæleiningin fyrir þrýsting. Pascal eða Pascal? Pascal í fleirtölu, Pascal í eintölu. 1 Pascal, 2 Pascal. Já. Hvað uppgötvaði Pascal? Það er mjög einfalt að mæla þrýsting og í raun svo einfalt að það er furðulegt hvað við voru lengi að uppgötva til dæmis að geimurinn væri tómur. Það sem Pascal gerði var þetta. Hann tók loftvog. Loftvog er bara einhver hlutur sem að mælir hvað loftið fyrir ofan hann er þungt. Ég lét 8. bekk í fyrra búa til loftvogir sem eru þarna fyrir aftan ykkur sem eru bara hérna þessi rör. Það er bara rör. Við setjum vatn í rörið. Við setjum tappa öðrum megin. Það er ekkert bráðnauðsynlegt af að tappa hann en það hjálpar. Og svo hvílir loftið ofan á opinu hérna, hinu rörinu, með ákveðið miklu þunga. Þegar loftið úti er mjög þungt, þá lækkar vatnsyfirborðið hér, því að það þrýstist niður. Þegar loftið fyrir utan er mjög létt, þá hækkar vatnsyfirborðið og fer hingað upp. Þegar loftið er þungt heitir það hæð í veðurfréttum, og þegar loftið er létt heitir það lægð. Þannig að lægð er létt loft, hæð er þungt loft. Hvort það hæð eða hægð? Hæð, H-I-E-ð. Og hæðir og lægðir eru dálítið sérstök veðurfræði fyrirbæri vegna þess að það er dálítið skemmtilegt að lægð, svæðið þar sem er mjög létt loft, hún snýst alltaf, en hún snýst alltaf eins. Hún snýst alltaf rangsælis. Hvað er það loftið? Loftið umhverfis snýst miðju lægðarinnar, rangsælis. Hæð hins vegar snýst alltaf réttsælis. Og þetta er alltaf svona. Þið finnið aldrei hæð sem að snýst hins einn. Og þær snúast bara svona, þykka loftið snýst réttsælis eins og klukka, létta loftið snýst rangsælis eins og akkurat öfugt við klukku. Þetta hefur mjög sérstakar afleiðingar og ef þið horfið á veðurfréttir að þá vil ég að þið takið sérstaklega eftir í hvar lægðir og hægðir, ekki hægðir, hægðir er aðeins annað, hvar þær eru staðsettar.
Tökum til dæmis dæmi af mjög algengu ástandi við Ísland. Hér er Ísland. Ísland er þannig að það eru lægðir sem ganga upp að landinu alveg í rennibrautum hérna, alveg í röðum. Það er talað um að sé lægða færiband sem flytur lægðir upp að landinu, upp að Suðurlandi. Lenda yfirleitt einhvers staðar í námunda við Reykjavík eða Vestmannaeyjar eða þar. Og þar sem að lægð snýst alltaf rangsælis, takk ég eftir. Þið megið alveg teikna hana, þið þurfum ekki að teikna hana. Lægðin snýst alltaf rangsælis, þá rífur hún með sér loft af þessu svæði hér inn á landið. Þetta loft sem hún rífur með sér er heitt og rakt. Það er mikill raki í þessu, tekið fyrir á sjóin, það er gríðarlega mikill raki í þessu og þess vegna er gríðarlega mikið rigningu á þessum hluta landsins, Suðurlandi. Það rignir ekki eins mikið í Reykjavík eins og til dæmis í Vestmannaeyjum. Vestmannaeyjar standa hér og það er gríðarlega, Vestmannaeyjar eru gríðarlega vindasamur og blautur staður. En síðan ferðast lægðin hérna yfir landið og kemur hérna norður og þá er lægðin búin að vera að bylja með rigningu og vindi á Vestmannaeyjar, á Suðurlandið, farið við jöklana, búið að hamast og allt kostar þetta orku og lægðin veikist á leiðinni. Blautaloftið þornar upp við það að rigna svona mikið og við fáum þægilega sunnanátt sem að getur að vísu stundum á því hvöss, sérstaklega inn á Akureyri, það kemur svona eins og rör upp að bænum þar sem að rokin er að magnast upp. Það er ekki eins mikið hér í ákveðnum vindáttum, það getur orðið mjög hvasst hérna. En við fáum yfirleitt þurrt og tiltölulega hlýtt loft. Þetta er sunnanátt sem er það besta sem getur komið fyrir Húsvíkinga til dæmis. Það versta sem getur komið fyrir Húsvíkinga er norðanátt. Og norðanáttin er sérstaklega skæð ef við fáum hæð yfir Grænland. Því að hæðin snýst réttsælis og þá dælir hún köldu lofti með sér niður á landinu. Og við fáum ískallt loft niður á landinu sem er ákaflega kalt og andstyggilegt fyrir okkur og rignir dálítið hjá okkur jafnvel eða snjóar. En á móti kemur að þegar að þetta veður kemur loksins suður að þá njóta þeir veðurblíðunar í Vestmannaeyjum og Reykjavík. Þannig að þeir fagna því yfirleitt þegar það er norðanátt. Ef það er hæði við Grænlandi þá gleðjast allir nema norðlendingar. Upp á síðkastið hefur dálítið merkilegt fyrirbæri gerst en það hafið þið væntanlega tekið eftir að veðrið nýlega hefur verið dálítið skrítið. Það búið að vera alveg rosalega kalt til dæmis. Og hérna komið mikil hálka og svona. Að það sem hefur gerst upp á síðkastið er að lægðirnar er ekki að hitta á sama stað á landið. Þær eru ekki að koma hér, þær eru að fara austur fyrir landið. Og þær ferðast hérna austur fyrir og svo koma jafnvel hæðir hérna við Grænland og þá eru við komið eins og sigti fyrir ofan landið. Þá eru við komið með rangsælis hér og réttsælis hér og þá dælist ískallt loft með miklum krafti niður á landinu og lendir á okkur. Og þetta er ástæðan fyrir því til dæmis í vetur er búið að koma mikil kuldaköst og það snjóaði rosalega mikið á stuttum tíma. Þá var ákveðna þetta ástand. Lægð sem fór austur fyrir landið og stoppaði þar, hæð sem kom vestanað og stoppaði við Grænlandi og saman dældu þessu kalda lofti niður á okkur. Á ekki að koma báðum megin? Báðum megin, jú. Það til dæmis var mjög kalt í morgun held ég. Hvernig var það þá Hvað segirðu? Hvernig var það fyrir 2 árum þegar hann á Þorláksmessu þegar kom inn til hann bara 1 metri eða eitthvað? Já, það hefur líklega verið þá hæði við Grænlandi sem að dældi kalda loftinu. Svo er spurning hvort að lægð hefur hjálpað með. Þorláksmessu fyrir 2 árum eða eitthvað kom bara 1 metri snjó einni nóttu. Nú vitið þið væntanlega að það er talað um gróðurhúsaáhrif, það er talað um að allt gasið sem við erum að skjóta út í andrúmsloftið, úrgangurinn úr bílum og hérna ísskápum og fleira, sé að hita andrúmsloftið, en það að andrúmsloftið hitnar getur leitt til þess að það kólnar mjög hjá okkur, vegna þess að jörðin mun ekki hitna alls staðar, hún mun hitna að meðaltali, en sums staðar mun hún kólna og sums staðar mun hún hitna, og það er mjög líklegt að hjá okkur mun hún kólna.
og lægðirnar sem koma suður á landinu munu hætta að koma. Það sem Pascal uppgötvaði var þetta. Ef hann fór upp á fjall og hér er Pascal. Ef Pascal fór upp á fjall með loftvogina sína þá uppgötvaði hann nær undantekningarlaust að loftið virðist léttast eftir því sem hann kom ofar. Þannig að hér mældist loftvogin hér og svo þegar hann fór ofar þá hækkaði í pípunni því að loftið fyrir ofan var ekki eins þungt og ýtti ekki eins fast á. Þannig að hann uppgötvaði það uppi á falli er léttara loft heldur en niðri við sjó. Hann taldi að rökrétta ályktunin af þessu væri að einhvers staðar þarna uppi væri þá ekkert meira loft. Þannig að loftið sem er hér niðri liggur undir öllu loftinu sem er hér uppi og þess vegna er það svona þungt, það kemur kraftur sem náttúrulega er ekkert nema aðdráttaraflið ef þið spáið í það. Þannig að þetta verður þungt og eftir því sem komið neðar þá er þetta stærri og stærri kraftur og nú teikna ég sem þetta vigra, vektora, ég gerir stærri örvar fyrir stærri kraft. Og svo alltaf eftir þú kemur ofar þá léttist loftið meira og meira og hann bara hugsaði, þetta hlýtur að þýða að loftið endar einhvers staðar. Hann sá enga aðra skýringu. Þetta er mjög skynsamlegt hjá honum. Ef að loftið léttist alltaf þegar þú ferð ofar, að þá hlýtur loftið að enda einhvers staðar. Vegna þess að ef loftið er endalaust þá ætti það að vera jafn þungt. Já, jafn þungt. Það ætti að vera óendanlega þungt eiginlega. En það ekki. Ég veit ekki alveg hvernig maður á að hugsa það. Jú, því að aðdráttaraflið tósar það allt til sín og maður Já. Já, en ef það tósar allt til sín, þá hlýtur það að enda einhvers staðar. Já, ég meina. Þetta er í raun sama spurningin með heiminn, hvort það sé endalaus. Af þessu dró Pascal ályktun. Og ályktun Pascals er þessi. Ályktun Pascals. Loftið endar einhver staðar og við tekur tómarúm eða lofttæmi. Loftið endar. Í erlendum málum yfirleitt tákna vakúm. Hei, það er svona mér svona vakúmir. Já. Ryksugur eru vakjúmvelar til dæmis. Vacuum cleaner. Já. En er nokkuð hægt að anda í geimnum? Nei. Já, þá hlýtur loftið að vera búið. Já, en hann vissi það náttúrulega ekki að það var ekki hægt að anda í geimnum. Þannig að það var ekki á hann. Já. Hvað stendur hann að loftið endar einhvers staðar og... Loftið endar einhvers staðar og við tekur tómarúm. Þetta er ályktun hans af forsendunum á það. Þetta ekki að vera einhvers staðar. Vakúm. Einhver staðar, jú, rétt hjá þér. Ég var að flýta mér svo mikið, ég er að komast í tómarúm. Ég var að hugsa um að opna hurðina. Þannig að það er best að gera bara eitt í einu. En hvað það er vakúm? Vakúm er sem sagt með mismunandi stafstöðum. Ég skrifa bara eins og það er sagt. Er það ekki vangi? Það er svona vakúm. Og við tekum vakúm. Munið því að glósa með eyrunum líka, ekki bara augunum. Því að hlusta. Orri. Mér var sagt. Mér var sagt Já. einhver tímann að hann fór til geiminn og ansvar því þannig. Býta aðeins, heyriði, ég heyri ekki alveg í honum. Og viljið hlusta á það sem hann segir. Hvað segirðu? En hann fór til geiminn, Já. ansvar grímur þannig að loft, þegar þú minnst lofta við blóðinu. Já. En það sem ég skilur ekki, en hvað kemur þá, ef maður ekki andar með því, hvaðan kemur þá loftið til þess að fara? Það eru bara gastegundarnir sem eru í líkamann. Alveg eins og þegar þú ferð djúpt ofan í sjóinn, þá þjappast allt gasið saman. Og þegar þú fer fljótt upp þá getur það þægist út svo hratt að það getur valdið vandræðum. Og við ræðum þá eftir, segir hún. Já, þú veist þá, fyrir jólum er guðurinn. Já. Ok. Svar Descartes. Já. Þannig að ég eins og ég var að horfa bíómynd á svona fólk á Mars, það var svona spacegala eitthvað, sem brotnaði hjálmur og þá
blést hausinn svona upp og sprakk. Já. Gerist það? Ekki alveg svo róttækt en hérna næstu því. En við ræðum þetta á eftir. Svar Descartes, og nú ætlum ég að koma með litla röksemdafærslu sem er ekki frá Descartes en þetta er það sem hann var að hugsa. Hvernig veit ég það? Heimurinn er eitthvað. Menna annars væri hann ekki heimurinn. Heimurinn er eitthvað. En það er alltaf sagt að eitthvað sé ekki neitt svar. Tómarúm er ekkert. Tómarúm er ekki neitt, það er skilgreiningin á því, það vantar allt í það, það er ekki neitt í því. Eitthvað getur ekki verið ekkert. Tómarúm, þetta punktarnir því hérna ekki kemur niðurstaðan. Tómarúm er ekki til í heimnum. Eða heiminum, þeir ráðu hvort ég skrifið. Tómarúm er ekki til. En má ég spyrja það? Ábýta aðeins. Ragnar, maður loka. Já. Já, frá kalla. Tómarúm er ekki til í heimnum. Þannig að Descartes í raun hafnar hugmyndinum tómarúm út frá því að hún sé bara óskynsamleg og fáránleg. Kannski er það bara fyrir utan heiminn. Kannski er það fyrir utan heiminn. En heimurinn, hann er allt. Allt hlýtur það að vera í heiminum. En geimur? Já, allt sem er. Tómarúm er ekki. Já, en heimurinn, þú veist, þá er það að tala um þetta heimur, þú veist, allt. Já. Og tómarúmið, það er ekki neitt. En Já. það heitir tómarúm, þannig að það er eitthvað sem er ekki til. Kannski er það bara til í hausnum á þér sem hugmynd en ekki til í raunveruleikanum. Það var það sem voru að rífast um. Já. Þú veist, já, fyrst að, já, heimurinn er eitthvað. Já. En, Já. já, Bara láttu það koma. ég veit ekki alveg hvað að hugsa. Ok, ef þú manst það, þá skaltu segja það. Þannig að þaðan kemur þessi fræga setning Descartes og Stína það sem ég sagði, kannski er tómarúmið til sem hugmynd í hausnum á þér. En samt. Og þess vegna sagði Descartes, Já, eitthvað sem hann sagði í ljókum Var passa. hann ekki að grínast með þig? jú, Tómarúm nema bara kannski hausnum. það er ekki til neitt tómarúm nema Það er ekki kannski í hausnum á Pascal. Og þetta er svona tvíræðni. Annars getur þetta þýtt, tómarúm getur verið til sem hugmynd, en hins vegar líka er hann að segja að það sé ekkert í hausnum á Pascal. Þetta er svona ha húmor. Og þetta er alltaf fyndið móðgun. Mér finnst þetta ekki að finna. Mér finnst þetta flott. Það hlæja alltaf svona agalega mikið. Mér finnst þetta mjög góð móðgun. Enda var Descartes mikill snillingur í stíl. Mjög gaman að lesa bækurnar eftir Descartes. En heyrðu, Já, en heimurinn, já, en þú veist, heimurinn er náttúrulega allt. já, Þá sem getur ekki bara enda hérna. nei. Já, þannig að þá er ekkert hérna megin. Og þú veist, þá bara stoppa, það er svo komið bara vekkur. Já, hann Þannig að get, maður getur bara haldið endalaust áfram. já. Án þess að heimurinn stoppi. Ég sko, ef heimurinn er allt, þá getur hann samt enda. Nei. Það sem bara fyrir utan er þá ekkert. Það er ekki til tómarúm. Já, en þú veist að ekkert sé ekki. En ef ég segi við þig, ég á allar kekskökurnar á heimilinu og ég er með þær í vasanum, þá er ekki það með sagt að kekskökurnar í vasanum á mér sé óendanlega margar, þó ég sé með þær allar. Nei, sjáðu, Já. skilur mig. Ok. Heimurinn er hérna, Já, en tómarúmið, af því að við getum sagt tómarúmið sé ekkert, já. þá er tómarúmið samt þó sé ekkert í því. Ok. Ok, þannig að þú segir að notkunin hér á ekkert sé röng. Já. Og ég myndi vera sammála því og ég myndi segja að það sem þú varst að segja núna sé akkurat svarið sem við myndum koma með við þessari gagnrýni Descartes vegna þess að hann hefur rangt fyrir sér og það er rétt sem þú ert að hugsa. En ég ætlaði bara ekki að fara svo djúpt í þetta. En þú bara ert búinn að kafa á botn og hérna veist hvað þú ert að hugsa en fyrir aðra skiptir þetta engu máli. Ef þið smattið þetta þá bara í góða lagi. Heyrðu, nei, við skulum ekki fara til heimspekilegar skýringar á þessu núna, þið gerir það bara seinna. Ég þú með einn ótrúlega neitt skýra. Ok, já. Þú sagðir alveg að það er rögt.
Uss. Glasinu, Já. þá þurftur Nei, allar á heimilinu. Ha, Já, ok, í heiminum, já, ok. Þú varst að segja heiminn. Já, ná, ok, segjum í heiminum. Já, ok, var það heimspekin sem þú ætlaði að segja? Ég ætti stóra buxur. Ok. Heyrið þið. Tengsl hams og þrýstings. Já. Tengsl hams og þrýstings. Og nú ætlum ég að teikna bara sameindir hérna. Þetta eru svona bara eitthvað efni sem er búið til úr sameindum sem eru 2 og 2 saman. Og heimurinn er fullur af þessum litlu eindum. Og þetta efni sérstaklega. Og þetta er... Svona sameindir, 2 og 2 saman, eru mjög algengar í sérstaklega í svona léttari gösum eins og súrefni og vetni. Þið til dæmis finnið ekki súrefni þar sem er bara eitt súrefnisatóm. Þau eru yfirleitt alltaf föst saman 2 og 2. Og það er eins með vetni. Þannig að hreint súrefni er O2 eða 2 súrefnisatóm. En það skiptir okkur engu máli hér. Þetta getur verið hvaða efni sem er. Öll efni hafa tilhneigingu til að titra, hreyfast. Og þau hafa öll svona sína hreyfitíðni eða svo. Þau hreyfast öll á einhverjum ákveðnum hraða. Og þetta, ótrúlegt en satt, er til dæmis tengt því að óperusöngkonur geta sprengt glös. Ef það hitta á tíðni glassins, þá geta þær magnað upp hérna titringin og sprengt glasið. Ok, en takið nú eftir. Þegar það er búið við hreyfiorku. Það er hreyfiorka hérna. Við mínus 273 gráður á Celsius er nokkuð sem kallast alkul. 73. Mínus 273 gráður. Ég trúi það. Og ég ætla að útskýra hvað alkul er. Alkul merkir að það er engin hreyfing í sameindunum. Allavega það er búið að taka alla hreyfingu í burtu sem hægt er að taka í burtu. Þær eru líklega ekki alveg nákvæmlega kjurrar, en þær eru eins kjurrar og hægt er. Sem þýðir einfaldlega að atómin sitja bara kyrr. Síðan get ég gefið þeim hreyfiorku með því til dæmis að hita þær upp. Og þegar ég hita efni, þá bæti ég við hreyfiorku. Þannig að nú hita ég efni hérna og þetta verður heitara og heitara. Þetta er bara hita mælikvarðinn hérna. Ég byrja hérna við mínus 273 gráður. Önnur afleiðing er sú að það er ekki hægt að fá meira frost heldur en 273 gráður. Það er ekki hægt að frysta Það er ekki hægt að fara niður fyrir það, vegna þess að þá er búið að taka allar hreyfinguna burt og það er ekkert eftir. Bíðið aðeins með spurningar. Nú hita ég þetta og hita. Þangað til að ég komin, segjum bara að þetta sé vatn. Þangað til ég komin í 0 gráður. Hvað gerist við vatn í 0 gráðum? Það breytist úr ís í Breytist úr ís í vatn. Þannig að hér byrjar þetta að breytast í vatn og það sem gerist þá er það að það losnar hérna sambandið á milli. Þeir fara að hreyfast alltaf hraðar og hraðar og þeir fara að losna hver frá öðrum og þeir verða ekki eins þéttir. Sameindirnar, atómin. Þetta fyrir alltaf losna í sundur, þetta snertist samt, svona nuddast hvert við annað og hér skiptir það ham. Hér var þetta ís. En Ragnar. Bíðum með spurningar. Hér var þetta ís. Og við 0 gráður breytist þetta í vatn. Má ég bara skrifa ís og vatn? Jú. En það er eitt skrítið sem gerist. Nú vil ég taka sérstaklega vel eftir. Leið og ísinn byrjar að bráðna, breytast í vatn. Þá gerist þetta við hitastigið. Ég ætla að útskýra til smástund hvað ég á við. Svo fer þetta að hitna aftur þegar allur ísinn er orðinn að vatni og svo gerist þetta aftur við 100 gráður. Ég ætla að útskýra af hverju þetta gerist. Hvað heitir vatn þegar það er búið að fara yfir 100 gráður? Gufa. Það heitir að gufa. Þannig að 0 gráður, ef við höfum minna en 0 gráður þá er það ís, ef við höfum meira en 0 gráður þá er það vatn, ef það er minna en 100 gráður þá er það vatn, og
og ef það er meira en 100 gráður þá er það gufa. Þetta er allt mjög klassi í bókinu. Já, það er bara gaman að því, að læra að glósa upp á nýtt. Ragnar. Gera einhvern veginn öðruvísi. Og þetta er hamur efna. Og hamskipti þegar breytist úr einu í annað. Þannig að vatn getur tekið á sig þrenns konar ham, það getur verið ís, það getur verið vatn og það getur verið gufa. Og hamskipti er þegar það breytist úr einu í annað. Svo er til fjórði hamur efna sem ég ætla ekkert að tala um hér og það er plasma eða rafgas. Þá er orðið svo mikið hreyfiorka að rafeindirnar eru farnar að detta af atómunum og þá breytist þetta allt við. En það skiptir okkur engu máli, rafgas. Og nú ætla ég að segja ykkur hvað þetta þýðir. Ég ætla að skrifa eina setningu hér. Hamskipti hafa forgang. Og hvað í ósköpunum merkir það? Hamskipti hafa forgang. Hamskipti verða bara saman hvað gerist. Nei, Eða út af því að þegar beinastriki kemur þá verður það að breytast úr þessu og getur ekki nákvæmlega verið rétt. Nákvæmlega rétt. Bíða aðeins, ef þið náðu ekki að skrifa, ef það er eitthvað smotteri sem ég eftir, þá er það bara sessunauturinn, ef það er mikið, þá er það bara netið og kíkja á þetta. Ok, nú ætlum ég að taka þessa mynd burt og ég ætla að útskýra hvað ég við að hamskipti hafa forgang. Nú ætlum ég að gera hérna ímyndaða tilraun og ég ætla að segja ykkur hvað kemur út úr henni. Hér hef ég pönnu á eldavél. Þið ráðið því, hvort þið teiknið þetta svona eða hvort þið skrifið þetta eða hvað. Hér hef ég pönnu á eldavél. Hún er full af vatni. Ég ætla að biðja ykkur að fara mjög varlega í að prófa þetta heima ef þið gerir það. Notið þá hitamæli frekar en að nota okkur hendurnar. Nú set ég pönnuna á hellu og ég kveiki á hellunni. Það er gas í okkur. Og við það að kveikja á hellunni þá fyll ég pönnuna af varmaorku. Varmaorkan fer í gegnum botninn á pönnunni upp í vatnið, fer að hrista vatnið og þegar vatnið fer að hristast líka að þá hitnar það og það safnast saman varmaorka í vatnið. Tiltölulega fljótum tíma þá verði vatnið heitt. Og svo er vatnið 100 gráðu heitt og svo myndi það gufa upp. En ef ég set núna einn ísmola út í vatnið, bara einn ísmola, þá mun vatnið, og takið vel eftir þessu, vatnið mun ekki hitna eina einustu gráðu fyrir að ísmólin er horfin. Þannig ef ég vil sitja í potti og láta eldavélina vera full á meðan og passa það að ég mun ekki soðna eða sjóða, að það er nóg fyrir mig að sjá til þess að sé alltaf einhver ís í vatninu. Á meðan það er ís í vatninu, þá fer öll orkan í það að breyta honum í vatn. Síðan verður vatni hitna. Getur þú sett á margbrúna? Já, þannig að ég geti bara verið með klaka bara við hliðina á eldavélinni, svo get ég bara setið þarna í pönnunni og alltaf þegar klakinn er að vera bránaður þá bæti ég nýjum klaka í, þá bara bránar hann og vatni mun ekki hitna gráðu. Og það er út af þessu sem... Það er alltaf ekki að vera meira vatn. Já. Já, það er bara alltaf að vera meira og meira vatn og ég drukna á endanum. Þannig að ef ég hef hérna línuritt, þar sem að þetta er hiti, ég vil þekki þetta línuritt og þetta er tími og ég byrja að hita vatn og ég byrja með klaka á pönnunni, þá mun klakinn hitna og hitna og hitna og hitna og hitna og hitna þangað til komið í 0 gráður, þá breytist hann í vatn og þangað til allur klakinn er orðinn að vatni, þá mun hitastigið vera það sama. Þegar allur klakinn er orðinn að vatni, þá byrja vatnið að hitna og hitna og hitna og hitna og hitna og hitna upp í 100 gráður og þá mun það haldast 100 gráður þangað til allt vatnið er orðið að gufu og eftir það getur gufan farið að hitna. Hvað gerist á gufuna? Gufan bara hitnar og hitnar og hitnar. En Ragnar, er til eitthvað, út af því að það er þrennt, Já. er til eitthvað eins og
super ís. Það er eitthvað. Já, já. Það til alveg sérstaklega sterkur ís. En er til eitthvað hámarks hitastig? Já, góð spurning. Er til eitthvað hámarks hitastig? Kennslubókin segir nei. Er það ekki lífust prófið? Nei, það er þetta hita og hita vegna þess að þá fara bara atómir hraðar og hraðar og hraðar. En þá segir afstæðiskenningin, það fer ekkert hraðar en ljósið. Þannig að þegar sameindir eru farnar að fara á ljósa, þá verður ekkert farið hraðar en það. Þannig að fræðilega séð er hámark á hitastig. En svona í öllum hagnýtjuskilningi þá er það ekki, það getur hitnað. Hvað er ljósræði hraður? Hann er 300.000 km á sekúndu. Já. 300.000. Hérna, og það alkul er það kaldasta. Já. Í alkuli er þá bara loftið ískökuð. Já. Þannig að við getum ekki verið hérna inni fyrir plásið því að ísinn... Við myndum ekki lifa af alkul, nei. Nei, ég meina sko, það væri bara ís, loftið. Það væri fast efni, já. Myndi það eitthvað minnka þetta? Það myndi minnka, já. Myndi það bara koma svona... Og það er akkurat... Fyrst sjór og síðan súrefniskökull og honum og svona. Já, það er nákvæmlega það sem við ætlum að tala um núna. Takk eftir. Þegar að við hitum efni og hér er sameind og hún er að færast hérna ákveðnu hraða, það eru allar að færast ákveðnu hraða. Þetta hér allt saman. Að þegar við bætum við varmaorku, þið getið búið til varmaorku með því að nudda saman okkur höndunum, þá eru það að breyta hreyfiorku í varmaorku. Og þá fer hún hraðar og þá segir eiginlega sjálft án það meira pláss. Þannig að hluturinn sem ræðir, sem er bara hérna kassi úr einhver efni, getur verið bara stál eða eitthvað, að eftir því sem hann hitnar, þá stækkar hann. Þannig að stækkar höndina á okkur þegar við nutta þeim saman? Já, þegar það hitnar. Og þið hafið upplifað þetta sjálf oft sinnis. Þið þurfum ekkert að fara inn eina skrýtnar aðstæður til að gera þetta. Ef þið farið á fótboltaæfingu, innanhús til dæmis, og þið eruð í fótboltaskóm sem eru svona að verða of litlir á okkur en þið passið samt í þá, og þið hlaupið í hálftíma og spilið leik og farið svo úr skónum, þá finnið að skórnir orðnir þrengri þegar þið farið úr þeim. En þess að fóturinn á ykkur, þegar hann hitnaði, hann stækkaði. Við hitnum og við stækkum alveg eins og aðrir hlutir. En minnka þá hendunar ef þú kólnar, já. Já, þú segja þetta að þú segir með hita, þú myndir að taka eitthvað pláss. Þannig að tekur það gufa meira pláss en svona vatn. Nákvæmlega það sem ég er að segja. Og meira segja meira en 1000 sinnum meira pláss. Já. Og þú varst að tala um það, þú veist, eitthvað sem stakkar þegar það hitnar. Já. Þegar maður kaupir sér nýjum skó, eða innanum skó eða eitthvað, Já. maður kaupa á þröng og fara í það með hita og láta það lagast á fætinu. Já. Já, ég meina þú þarft ekki að fara ofan í baði þannig, þú getur bara staðið í bala eða eitthvað. Já. Já, þú veist. Já, er það ekkert þannig þegar maður er ískallt og fer síðan undir hitavaskinn, þá er það þess að það er að draga saman höndin. Það er alveg feikilega sárt að gera það. Að þá þenst hún út allt saman mjög hratt. Steini. Uss. Já. En ef við fyrir minnst í gufubað, Já. erum við þá inn í einhverjum 100 gráða heitu herbergi? Nei, við 100 gráða hita síður vatn. Og þegar við tekið eftir í gufubaði að vatnið byrja að kólna aftur, eða gufunni byrja að kólna aftur og hún myndir svona dropa í loftinu. Það er þegar hún er að breytast aftur í vatn og er orðin aftur á vatni. Já. Hérna, en eins og með þig, Já. það bólnar, þú veist, fóturinn. Já. Er það meira blóð? Nei, hann er bara, þú getur bólnað af fleiri ástæðum og meðan þess einni sem er akkurat það næsta sem við ætlum að tala um. Hiti þenjast út þegar það er hitna en þið þenjast út af fleiri ástæðum. Karen? Hvað var þessi hljóður sem hann hittir á? Þú heyrir aldrei Það er, Ef maður þvær sig þegar maður er komið inn úr snjóðum eða eitthvað, hann er svona hitt og svona. þegar þú hitar mjög hratt einhvern líkamshluta. Segjum þú sért úti allan daginn og hendurnar eru orðnar ískaldar og setja það beint í heitt vatn. Þú fattar ekki hvort það er heitt eða vatn. Það er mjög vont. Man fattar ekki Það er rétt hjá þér og við ræðum það seinna akkur það er, mundu eftir því. Ok, en það er annað sem ræður ferð og takið nú eftir. Hér er ég með pott. Þetta er pottur. Hann er mjög þunnur þarna öðrum megin.
Má ég spyrja einu? Ef ég gera 2 potta Já. og ég gera meira líka. Já. Ég ekki með fleiri bróð, sko. Ok. Jó. Og þetta fullt af sameindum. Og nú ætla ég að byrja að hita pottinn og láta sameindirnar hreyfast hraðar. Þannig að ég set pottinn hérna yfir eld sem byrjar að skila varmaorkunni upp í pottinn. Varmaorkan breytist í hreyfiorku í sameindunum sem líka varmaorka. Varmi í raun ekkert annað en hreyfing sameindana. Þannig að varmaorka og hreyfiorka eru sömu orkurnar í raun og veru. Jæja, takið nú eftir. Þegar ég búinn að leyfa sameindunum að hreyfa sig nógu hratt, þá breytist þetta úr vatni í gufu. Ef þetta hefur verið ís, þá mun það fyrst breytast í vatn og síðan í gufu. En nú ætla ég að gera þetta til sérstakt. Ég ætla að setja lok á annan pottinn. Stállok. Sem hleypir þessu ekki lengra. Verður það liggja alveg á vatninu? Og nú dæl ég hita í þennan pott alveg á fullu. Og það sem gerist öðrum megin það að sameindirnar fara að hreyfast rosalega hratt og svo losna þær í sundur og breytast í gufu og fljúga upp. Það sem gerist í hinum það að það erfiðara fyrir sameindirnar að hreyfast, það þurfa meiri orku til að hreyfast og sameindirnar hérna, þetta vatn mun ekki breytast í gufu fyrir með miklu hærra hitastig heldur en 100 gráður. Bara einfaldlega vegna þess að það er svo erfitt að hreyfa sig þarna ofan í. Það er svo lítið pláss, það er svo mikið þrýstingur á því að þær mun ekki komast losna í sundunum. Og það þýðir að hér verður vatnið að gufu við 100 gráður en hér kannski við 160 gráður. Einfaldlega vegna þess að það er erfitt að hreyfa sig þannig inni. Og þar sem gufa er ekkert annað en það að hreyfa sig ákveðið hratt, að þá verður gufan ekki til. Þetta getið þið prófað sjálf heima hjá okkur með samt aðstoð. Takið nú eftir. Hér er aftur fjallið síðan áðan. Og hér eru 2 menn að sjóða vatn. Upp á fjalli. Það er það sem efri ekki að minni hitt til að hitt sjóða. Það var léttar fyrir hans, það voru fljótar af fyrir hans sem efri. Má ekki nota svona fjallið? Kannski ekki að tefni, hver fljótar að sjóða þér? Þeir eru bara hérna fjallgöngumenn sem að sjóða vatn og þeir ætla svo að elda. Annar er bara ekki búinn að ná hinnum. Og eins og bæði þú sagðir og þú sagðir rétt áðan að þá mun vatnið sjóða fyrr uppi vegna þess að þar er minna loft sem liggur ofan á því. Það er auðveldara fyrir vatnssameindirnar að hreyfa sig og þær hreyfast hraðar fyrr og kostar minni orku. Þannig að hér mun hann þurfa kannski 100 gráðu hita til að sjóða vatnið en hér kannski bara 90. Og svo eftir því sem það kemur ofar þá þarf alltaf minni og minni hita. Er það ekki mikill munur að þeim? Jó, ég meina það er ekki svona mikill munur. Eins og ef maður er efstu hæði blokk er létt. Þetta er bændið þetta að tala. Já. Já. Já, þú talar áður þetta myndi taka stærra pláss en myndi hitna? Já. Já, ég er að fatta það. Já, Ok. Ég var að segja alveg. Góðu lagi. Eins og, ef við erum kannski heima hjá okkur Já. og við erum bara að sjóða okkur pasta Já. og eigum við þá ekki að setja lokið á fyrir að, já. Af því að þá hreyfast sameindirnar, Það er tvíþætt. Ef þú lokar þá mun náttúrulega ekki eins mikill hiti sleppa úr pottinum og það mun hitna líka ofanfrá. Þannig að það mun ekki virka alveg svona. En ef þú ert að sjóða pasta og þú ert mjög græn, þannig að þú hugsar umhverfið og þú vilt, já það er kallað að vera grænt þegar maður er umhverfisvænn, að þá mun þú sjóða pastað á efri hæðinni í húsinu þínu heldur en frekar en neðri, vegna þess að það er ódýrara. Og ef þið búið í fjölbýlishúsi, þá munið þið fara upp á efstu hæð og fá öll að elda pastað ykkar þar, vegna þess að það kostar fæsta minnsta orku. Ég er búin að það. Já. En Já. þegar maður síðan opnar Já. þá kannski kemur alveg Orri. gufa. Já. Það er rétt. En segjum kannski maður kemur undir 100 gráðum Já. og síðan maður lokar rétt og síðan það
Já. Og hérna maður, þá kemur þetta með þess að kemur alveg hefðum og komur upp úr það. Já. Það kemur eftir maður að vera lofið, það kemur alveg góða. Þannig að opni ég það. Já, en þegar þú hefur opið þannig að sleppur einhver orka í burt. Hvað segir þú? Hérna, en þú veist, það að vera rosalega mikið munur. Eins og þú veist, ef ég ekki, ef að Líni hafa Brynja alltaf að fara, þú veist, gekkur rundan að sjóða eggið fyrir mig, það er mikið munur, þú veist, á hættinni. Já. Það er að vera geðveikt mikið munur. Það þarf að vera dálítið munur, en þetta er mælanlegt á ótrúlega stuttu stöðu. Hér er gjöf sem við fengum frá bænum sem er bara venjuleg loftvog og hitamælir og rakamælir. Já, glæsileg. Ok, loftvogin mælir hvað loftið er þungt. Þegar ég tók þessa loftvog upp síðast, þá stillti ég þennan hérna hvar loftið var. Síðan þá er loftið búið að léttast. Og það er núna bara 990 hektopascal. Og nú ætlum ég bara að spyrja ykkur einna spurningar, þegar við ekkert lært þetta, en nú ætlum ég bara að athuga hversu skynsamleg þið eru, eða skynsöm. Hvort haldið það sé auðveldara að hreyfa þunnt loft eða þykkt loft? Hvort haldið það sé auðveldara að sulla súpu eða graut? Hvort er hættulegra að ganga með sjóðandi þetta súpu fyrir framan sig og hrasa eða ganga með sjóðandi þetta graut? Akkurru? Súpan spektist á því meira. Ok, það er alveg eins með veðrið. Loftið er léttara úti núna heldur en það var. Sem þýðir einfallega, það er auðveldara að hreyfa það. Sem þýðir líka að það er líklegra að það sé vindur heldur en var. Og þið getið þekkt þessa tugumputtareglu. Þunnt loft hreyfist og það rignir úr því. Þykkt loft ekki. Þannig að í hæð, þegar það er hæð yfir landinu, þá er þykkt loft yfir landinu. Þá fáum við mjög gjarnan mjög kjurt veður en ofsalega kalt vegna þess að loftið kemur á norðan og dælist svona yfir landi mjög gjarnan. Og ef það kemur hæð á sumrin, þá fáum við þessi ofsalega góðu veður. Það er semst þegar það fer upp í 30 stiga hita. Það eru hæðirnar. En í lægð fáum við alltaf rokið og rigninguna. Ok. Þið getið notað þennan mæli hér, ef ég myndi binda fyrir augun á okkur og setja ykkur inn í eitthvað myrkva herbergi, þið getið notað þennan mæli hér til að vita hvað hæðið er í húsinu. Vegna þess að við það að ganga upp á efstu hæð í skólanum, þá mun loftið léttast. Ég sá það með bundi fyrir augun. Nei, það er rétt. Ekki heldur í myrkvuðu herbergi. En þú myndir sjá það að mætti taka ofan og hérna kíkja á mælinn. En getur ekki eins og prófa, við erum góðið með það. Ég vil að þið búið til loftvog. Sjálf. Hvað sagði ég? Þið megið vera 2 og 2 saman. Og ég ætla að útskýra hvernig hún á að vera, en fyrst ætla ég að stoppa þetta hér. Ef ég finn þetta. Tíminn er búinn og maður sína þér smá makka.